Ég kom með góðan gest til mín í heimsókn hér í stúdíu en það Stefán Örn Viðarsson hann í hljómsveit sem að gefa út geisladiskum þessa myndir með hljómsveitinni Rökkvi. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Hvað segirðu? Þið að gefa út geisladisk og við erum nú aðeins búin að spila lög með ykkur hérna á Suðurland FM. Já, rétti það. Og þið í rauninni, þetta svona smá hobby hjá ykkur? Já, þetta bara mitt, þetta áhuga mál eins og hvað annað að stunda tónlist á Íslandi, það náttúrulega ekki atvinnumennska fyrir marga, þannig að það náttúrulega bara gerir þetta að áhuga máli og ef það væri ekki að því að við höfum rosalega gaman að þessu, þá væri við náttúrulega bara ekki að þessu. Nákvæmlega, en svona fyrir þá sem að kannski þekki ykkur ekki, hvað þetta fyrsti diskurinn sem þið að gefa út eða? Undir þessu nafni, já, við náttúrulega vorum áður í öðrum hljómsveitum sem að gaf út diska, gafum út 2009 disk undir nafninu Myrká. Já. Það var á Akureyri, þar sé ég og kona mín Guðný Lára, en svo fluttum við hérna á Suðurlandið og erum sem sagt búin að hóa saman nýjum mannskap og nýtt konsept og róa okkur aðeins niður. Við erum komin í svona cozy piano fiðlu stemmingu. Já, var hitt ekki meira svona rock? Hitt meira rock, jú. Ekki? Jú. Já, myndi það einhvern veginn. En þið að gefa út disk sem heitir hvað? By your Tree? By Your Tree, já. Og hvernig tónlist þið að spila? Þetta svona blanda af svona fólk, svona svolítið sveita stemmingu með fiðlu og píanói og kassagítar og upp í svona pop rock pínu. En við reynum að vera bara á svona ljúfunótunum. Já. Og mikið af röddunum, við fókusum ofsalega mikið á raddanir. Okay. Þrír röddum ansi mikið og jafnvel kórar sko. Já. Þannig að þetta svona þetta svolítið svona gamaldags stíll en í nútímalegum búning kannski. En þið rauninni takið upp á að gera eitthvað sem að ég hef ekki heyrt margar hljómsveitir gera en þið í sumar takið upp bíómynd. Já, þetta var hugmynd sem kom til mín fyrir svolítið síðan að maður náttúrulega þarf að fókusa rosalega mikið á netið og YouTube og allt þetta í dag og þannig þróaðist svo hugmynd í staðin fyrir að taka myndbönd við lögin að gera bara eina bíómynd með heilli sögu undir öllum lögunum þannig að öll lögin bara spila yfir myndinni og ekkit endilega í tengslu við myndina, myndin sjálfstæð þó að lögin setja auðvitað ákveðna stemmingu að þá myndin alveg sjálfstæð og hún fjallar strák sem sonur minn og í hjólastól og hann flakkar Suðurlandi aðalega í leita að verum, ýmis konar verum og á leiðinni hittir hann alls konar þekkt fólk í þjóðfélaginu meðal annars forseta Íslands og leikara eins og Eddu Björgvins og söngvara og Dr. Gunnar Björgun Halldór, Stefán Hilmars. Það eru margir sem koma fram í þessari mynd og ofsalega margir sem vildu leggja okkur lið í þessu. Leikfélag Selfoss studdi vel upp baki okkur með leikara og búninga og annað. Þannig að við vorum ofsalega heppin og allir rosalega velviljaðir. Og var ekkert mál að fá alla þess að þekktu aðlega til að taka þátt í þessu? Það var ótrúlega auðvelt. Kona mín sá það Guðný að vera í sambandi við allt þetta fólk og ég var hissa á viðbröðunum og margir sem vildu en gátt ekki bara út af tímaleysi og annað þannig að viðbröðum komir verulega óvart. En nú eru væntanlega margir forvitnir þá að fá sjá myndina? Já, myndin kemur ekki út strax að því að við ætlum að setja hann í sýningu í hugsanlega einhverjum svona sjálfstæðum kvikmyndahúsum og jafnvel senda ykkur hátíðir þannig að þá rauninni bannað að setja hann á neti strax þannig að ég gerir ráð fyrir að setja hann á neti kannski næsta sumar en fyrsta svona preview verður á laugardaginn í leikhúsi Selfoss þar sem við ætlum að halda útgáfu tónleika og þá ætlum ég að sýna svona eitthvað af myndinni og það verður eina tækifæri til að sjá hana á næstunni. Ok, þannig að þið ætlaði að nýta kannski myndina eitthvað svona samhliða tónlistinni eða eitthvað? Já, endanum verður þetta bara, myndin verður líka á endanum bara myndbönd fyrir öll lögin. Skemmtileg hugmynd. Já. Mjög svo. Eins og sé, ég hef ekki heyrt þetta á þér, allavega ekki svona í þessari mynd, þannig að mér finnst þetta mjög skemmtilegt. En hvenær þetta, segirðu, á laugardaginn sem að þið verðið í leikhúsinu? Klukkan 9. Kvöldið? Já. Ok. Og hvernig kostar inn eða? Nei, það bara frítt inn og öllum velkomið að kíkja og það ætti að vera nú að sætum fyrir alla. Já.
og ég bara á vona því að allir sem að tóku þátt í myndinu, við viljum alltaf bara þakka kærlega fyrir okkur og stuðningi sem við fengum og reyna að greiða eitthvað tilbaka. Já, nákvæmlega. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt hjá okkur og verður gaman að sjá líka hvað kemur hjá okkur í framhaldinu. Eru þið búin að ákveða að spila eitthvað staðar á fleiri stöðum eða? Við erum alltaf nýbúin með Törn á Iceland Airwaves þar sem við tókum 11 tónleika. Já, vá. 4 dögum. Það er ekkert smáraði. Við erum ennþá að jafna okkur eftir það. Já. En það er rauninni ekkert fyrirhugað eftir þetta nema þá að halda kannski útgáfu tónleiki í Reykjavík á Rosenberg, en það er ekki búið að negla dagsetningu þó séum búin að fá beiðnum það. Já, en það var alltaf gaman að fylgjast með ykkur í framhaldinu og við ætlum að fá að heyra sem sagt eitt lag af plötunni sem að við erum svona aðeins búin að spila hérna hjá okkur á Suðurland FM sem heitir I Want You To Know. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.